Góðan daginn. Velkomin á Hrafnaþing. Nú tekur til máls hún Kolfinna Ólafsdóttir, auðlindafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun. Hún ætlar að flytja fyrir okkur erindi áhrif vaxtarörvandi jarðvegsbaktería á birki og með undirtitlinum að möguleikar á landgræðslu og endurheimt vistkerfa á Íslandi. Kolfinna lauk einmitt meistaraprófi núna í haust frá Háskólanum á Akureyri og erindi byggt á niðurstöðum hennar. Leiðbeinandinn hennar var Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir og ég ætla að gefa Kolfinnu orð. Takk fyrir. Góðan daginn allsumul og velkomin Hrafnaþing. Eins og hún nefndi þá heiti ég Kolfinna og ég ætla bara að kynna meistarverkið mitt sem ég var að verja núna í september. Íslenska heitið á þessu verkefni er áhrif vaxtarörvandi jarðvegsbaktería á birki og möguleikar í landgræðslu og endurheimt vistkerfa á Íslandi. Eins og nafnið gefur til kynna þá hef ég verið að vinna með jarðvegsbakteríur og hef þá verið að einblína á hvort þær hafi eiginleika til þess að vera vaxtarörvandi fyrir plöntur. Markmiðið af ritgerðinni var að kanna leiðir með nútímalegri og umhverfisvænni nálgun þar sem jarðvegsbakteríur eru nýttar sem náttúrulegt áburðarefni til að endurheimta rofið landslag. En svo við byrjum bara þess á byrjuninni, þá er almennt talað að plöntur þurfi ákveðin efni til þess að geta þroskast og vaxa sem best. Það er hægt að skipta þessum efnum í 3 flokka sem eru þá aðal næringarefni, sem eru þá nitur, fosfór, brennisteinn, magnesíum og kalk. Svo erum við með snefilefni sem er bor, klór, kopar, járn, mangan, nikkel og sink. Og svo eitraðir málmar sem er kadmín, blý og natríum. En það sem skiptir mestu máli fyrir mig allavega og mitt verkefni, þá var það nitur, fosfór og kalíum. Það er auðvitað misjafnt eftir plöntum hvað þær þurfa en almennt er talað að nitur sé það bil 1–6% af heildarþyngd þurrkaðra plantna. Þannig að það vantar töluvert magn af þessu efni en það spilar rosalega mikilvægu hlutverki í ýmiss konar líffræðilegar ferla. Það er meðal bara almennum vexti, þroska og til dæmis myndun blaðgrænu eða klórófyll sem er undirstaða ljóstillífunar í plöntum. Magn fosfór í plöntum er aftur á móti frá 0,05 upp í 0,5% af þurrkuðum plöntum og sem er svo náttúrulega ekkert mikið magn en þetta samt sem áður skiptir mjög miklu máli í til dæmis myndun orku í formi ATP og það er gert í gegnum ljóstillífun og þetta hefur líka áhrif á rótakerfi, hvernig það þróast og sem er náttúrulega mjög mikilvægt í upphafi vaxtarferla plantna. Fosfór hefur með þess að tengst aukinni blómgun og betri ávöxtun hjá plöntum þannig að þið sjáu að það eru margar ástæður fyrir því að þetta er eitthvað sem við þurfum að passa í jarðveginum þegar við reynum að rækta upp land. Síðast en ekki síst þá höfum við kalíum en það er það bil 3% af þurrkaðri þyngd plantna. Þetta efni gegnir fjölmörgum hlutverkum í efnaskiptum plantna þar á meðal í vexti og aðlögun á álagi. Þetta efni stjórnar til dæmis loftaugum sem kallast á ensku stómata sem er mikilvægt í loftskiptum. Þetta eru sem sagt bara göt á laufblöðunum sem opnast og hleypa inn í koltvísýring til þess að nota í ljóstillífun og sömuleiðis losar þetta súrefni og vatnsgufu út á móti. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir plöntuna og líka til þess að hjálpa að viðhalda vatnsbúskap. En án þessara efna geta plöntur bara ekki vaxið á heilbrigðan hátt. En þetta er eitthvað sem við þurfum sérstaklega að fylgjast með til dæmis í landbúnaði, þar sem oft er verið að reyna að hjálpa jarðveginum að ná í þessi efni.
Það eru til nokkrar leiðir sem landræktendur og bændur geta stigið inn í og hjálpað, en það til dæmis gert með úrgangi frá búfjár og tilbúnum áburði. Áburður sem fékkst út úr búfjár mjög næringaríkur og vistvænn kostur, en það þarf oft meiri vinnu til dæmis með að plægja tún þegar búið að dreifa úrganginum. Og þetta gert til þess að festa almennilega næringarefni niður í jarðveginn. Búfjár áburður frábær valkostur til þess að bæta jarðveg og veita plöntum nauðsynleg næringarefni, og þegar hann notaður á réttan hátt getur hann aukið afköst ræktunar alveg töluvert. Það samt skynsamlegt að meðhöndla hann, það samt skiptir máli að meðhöndla hann skynsamlega og koma í veg fyrir mengun og annað umhverfistjón. Svo náttúrulega líka hægt að nota ólífrænan áburð, en notkun þess hefur verið lengi þekkt í landbúnaði. Það hins vegar áhyggjuefni hversu mikið notkunin hefur eykst á undanförnum árum, því ekki nóg með það að framleiðsla ólífræns áburðar sé ósjálfbær þar sem hún byggist að miklu leyti á námavinnslu, sem bæði dýrt og getur verið eitrandi fyrir jarðveg. Heldur, já, þetta bara ekki gott. En þarna tel ég að bakteríur getur komið inn og reynst okkur sem mikilvæg auðlind sem hægt að nýta meira í framtíðinni sem náttúrulegt áburðarefni og sérstaklega til þess að endurheimta rofið landslag. Í dag vitum við að jarðvegsbakteríur og plöntur vinna í nánu samstarfi og þá sérstaklega á svæði í moldin sem kallast rótasvæði, en það sem sagt nafn yfir svæði í moldinni sem umlykur rætur plöntunar. Á þessu svæði má finnast alls konar örverur sem aðstoða plöntuna og halda þær moldinni líka heilbrigðri, en það talað um að í 1 gramma mold sé það bil 1 milljón til 10 milljarða baktería. Þannig þið getur ímyndað ykkur allt þetta samfélag og hvað að gerast mikið. Til þess að gefa ykkur aðeins meiri tölfræði, þá 2-5% af þessum örverum í moldinni sem tilheyra sérstökum hópi baktería sem sérhæfa sig sérstaklega í samvinnu við plöntur og þær kallast þá plöntuvaxtarörvandi bakteríur eða plant growth promoting bacteria. Þær sem sagt vinna sérstaklega í því að stuðla betri vexti plantna með því að bæta næringarupptöku, örva rótavöxt, bæla niður sjúkdóma og eða framleiða efni sem stuðla heilbrigði plantna. Þetta samstarf liggur oftast í því að bakteríurnar brjóti niður efni sem eru annars óaðgengileg fyrir ræturnar, en þær geta líka varið plöntuna gegn óværu og umhverfisáreiti. Það sem bakteríurnar græða svo á þessu samstarfi aðalega næringarefni, meðal annars kolvetni og lífræn efni sem plantan gefur tilbaka. En þær fá einnig búsvæði með skjóli og vernd gegn skaðlegum umhverfisáhrifum. Þannig að þið sjá að þetta win-win situation. Þessum hópi baktería gjarnan skipt í 3 hópa og þá það eftir eiginleikum, sem eru þá lífvarnarvörur eða bioprotectants sem hjálpa til að verja plöntur gegn sjúkdómum og bæla þessar bakteríur niður sjúkdómsvalda eða þær geta líka styrkt ónæmiskerfið. Svo höfum við lífáburð sem ýtir undir frjósemi jarðvegs og stuðlar þannig að auknum vexti plantna. Það til dæmis framleiða plöntuhormón og binda nitur og nýta fosfat og ég geti talið endalaust upp það sem það geti gert, en það margt. Svo erum við með líförvandi efni sem stuðla að vexti og heilbrigði plantna með því að örva líffræðilega ferla. Þess að sem sagt auka upptöku næringarefna hjá plöntunni. En þessir hópa baktería hafa vakið sérstaklega áhuga í vísindasamfélaginu síðustu áratugi og þær hafa meira að verið notaðar í atvinnuskyni í landbúnaði. En notkun jarðvegsbaktería sem áburð
í landbúnaði hefur verið að aukast út allan heim og þá sérstaklega í löndum sem mikil áhersla lögð á lífrænan landbúnað. Þetta til dæmis í Indlandi, Brasilíu, Kína, Bandaríkjunum og mörgum öðrum stöðum. Indland eitt af þessum stóru löndum sem bændur leggja mikla áherslu á sjálfbæran landbúnað og nota þau örverur til þess að binda til dæmis köfnunarefni í jarðveginum og auka nýtingu fosfats. Þetta notað rosalega mikið í ræktun á hrísgrjónum, baunum og maís í Indlandi. Svo höfum við líka Brasilíu sem stórt landbúnaðarland sem hefur verið framarlega í notkun örvar og líffræðilegra áburða. En brasilískur landbúnaður notar bakteríur sérstaklega í köfnunarefnisbindingu þegar þau eru að rækta sojabaunir. Minnumst líka á hrísgrjónaframleiðslu og grænmetisræktun í Kína. Þá rosalega mikið verið að nota örverur til að draga til dæmis úr jarðvegssýkingum, en það líka til þess að bæta upptöku næringarefna og auka vatnsnýtingu. Síðast en ekki síst þá höfum við Bandaríkin sem stór notandi örverulausna þar sem bændur eru stöðugt að reyna að draga úr notkun tilbúinna efna og þetta notað sérstaklega í kornrækt, baunum og bómull og ég veit ekki hvað og hvað. Á Íslandi þá þetta ekkert rosalega mikið notað, en eins og ég nefndi áðan þá notar almennt íslenskur landbúnaður hefðbundinn áburð sem þá bæði búfjáráburður og svo tilbúinn áburður. Ef við snúum okkur svo bara á Íslandi þá einkennist þessi náttúra aðallega eldfjallajörð sem almennt mjög næringarrík og frjósöm, en hún hefur sérstaka uppbyggingu með mörgum holrúmum sem gerir það að verkum að vatn streymir auðveldlega í gegnum jarðveginn. Þrátt fyrir að þetta hljómi eins og hinn fullkomni jarðvegur fyrir ræktun þá getur gjóskan sem helsta móðurefnið í eldfjallajörð veðrast mjög hratt vegna einkennilegu uppbyggingu sinni og þetta þýðir einfaldlega að jarðvegurinn getur verið viðkvæmur fyrir rofi út af til dæmis frostveðrun og öðrum vatnstengdum náttúruöflum. En rofinn jarðvegur algengur í íslenskri náttúru og þá sérstaklega á miðhálendinu og á hæstu fjöllum út við strandir. En það má nefna eyðimelavist sem skilgreind sem víðáttumikil fremur þurr, alskreyttur hálendismelur, útbreiddasta allra vistgerða á Íslandi og talin ná 13.000 ferkílómetra. Þetta leiðir okkur svo að Hólasandi sem tengir svolítið inn í verkefni mitt, en það eyðimelavist sem staðsett á milli Mývatns og Húsavíkur og hefur Landgræðslan til dæmis verið mikið að vinna í því að rækta upp gróður þar, bara verið að gróðursetja bæði tré og lúpínu til þess að ýta undir ræktun. En það sem ég vil gera með mínu verkefni var að nýta íslenska bakteríur sem þá vanar okkar kalda jarðvegi og veðráttunni hérlendis til þess að ýta undir landgræðslu á slíkum stöðum með innlendum trjám og þá sérstaklega birki. Þannig að þið væntanlega spyrjið ykkur núna hvað ég hef verið að bralla og til þess að ná mínum markmiðum þá þurfti ég að skipta verkefni mín í 2 parta. Annars vegar bakteríuhluta, þar sem ég að reyna að finna bakteríur sem hafa vaxtaröfandi áhrif á plöntur og svo hins vegar plöntuhluta, þar sem ég að sannprófa þessar niðurstöður á ungum birkitrjám. Í bakteríuhlutanum þá fekk ég rúmlega 120 bakteríustofna úr stofnasafni HA sem höfðu það alla sameiginlegt að vera einangrar úr jarðveg. En þarna var ég að vonast eftir að rekast á bakteríur sem gætu haft þessa eiginleika. Ég gerði alls kyns próf
til þess að skilja betur hvaða bakteríur þetta væru og hvað þeir gætu gert. En það sem skipti mig mestu máli á þessum tímapunkti var hvort að þeir gætu bundið nitur og nýtt fosfat. Eins og ég nefndi áðan þá er þetta efni sem skipta almennt plöntum mjög mikið. Eftir efnamælingarnar þá valdi ég þá 3 stofna sem virtust hafa mestu möguleikann á að vera plöntuvaxtarörvandi og ég notaði þá svo í plöntuhluta verkefnisins. Sú tilraun var sett upp þannig að ég tók 24 birkitré, ég gróðursetti þau í potta með mold frá Hólasandi, skipti svo plöntunum tilviljanakennt og jafnt niður í 4 hópa og aukaði hvern hóp með sinni eigin bakteríu, fyrir utan náttúrulega kontrollin þar sem ég notaði enga bakteríu. Svo tók ég sýni úr moldinni með ákveðnu millibili og fylgdist með heilsu plantnanna yfir 4 mánaða tímabil. Eftir þessa 4 mánuði þá sýndu niðurstöður fram á að bakteríurnar höfðu áhrif á efnainnihald moldarinnar, þar að segja nitur og fosfór, varð meira en auðvitað misjafnt eftir hópum og það sást líka að plönturnar voru almennt heilbrigðari hjá þeim hópum sem voru aukaðir með bakteríum. Til að útskýra betur hvernig hópunum gekk, þá bjó til þessa mynd sem þið sjá hérna á glærinni, þar sem ég sýni meðalfjölda laufblaða á birkitrjánum yfir þessa 4 mánuði. Það má nefna blái, græni og appelsínuguli þessar línur tákna hópa sem voru með bakteríur og svo er guli hópurinn kontrollin. Það er mikilvægt að nefna það að það gerðist ýmislegt óvænt í þessum hluta verkefnisins, en ég til dæmis lenti í því að stillingarnar í ræktunarskapnum voru ekki alveg réttar í byrjun og það olli því að það kólnaði verulega í skapnum og með þeim afleiðingum að nánast öll laufin féllu í viku 1. Ekki nóg með það, þá kom seinna upp sýking af völdum riðsvepps sem setti enn meira strik í reikninginn, en þessi sýking olli því að sum af þessum 9 laufblöðum sem mynduðust eftir kuldafrostið hana, þau voru afmynduð og duttu svo fljótlega niður í sumum tilfellum. En fyrir ykkur sem þekkið ekki til, þá er riðsveppur sníkjudýr sem veldur sýnilegum riðkenndum blettum á plöntum og ég sýni dæmi hérna eftir, þannig að engar áhyggjur. Til þess að fara aðeins nánar í hvern hóp fyrir sig, þá sjáum við hérna bláa hópinn, en hann náði þessu fljótt á strik eftir kuldakastið, en þegar tímann leið þá virtist þessi heilsa þessara plantna hrakar frekar mikið og það var vegna riðsveppsins, en það komu sem sagt frekar mikil einkenni fram í þessum hóp. Það sem var samt áhugavert með þennan hóp var að þegar ég skoðaði ræturnar í lok þessar 4 mánaða tímabils, þá sá ég frekar langar og sterkar rætur og það er áhugavert af því að í niðurstöðum úr bakteríuhlutanum, fyrri hluta verkefnisins, þá sýndi bakterían sem var í þessum hóp, hún framleiðdi plöntuhormónið auxín sem er þekkt fyrir að ýta undir vöxt róta. Þannig að, já, appelsínuguli hópurinn virtist hafa mestu möguleika árangri miðað við bakteríuprófin í fyrri hlutanum. En svo þegar ég var að samprófa þetta, þá reyndist það ekki. Plönturnar náðu sér aldrei almennilega eftir frostið sem gæti útskýrt af hverju þessi hópur gekk svona illa, en þau laufblöð sem komu upp voru augljóslega sýkt af riðsvepp. Græni hópurinn endaði með að vera besti hópurinn, þrátt fyrir að ná sér ekki eins fljótt á strik eins og blái hópurinn, þá virtist hópurinn sýkjast hvað minnst af sveppinum og voru laufblöðin á þessum trjám mjög stór og falleg.
Það möguleiki að þessi stofn hafi lífvarnar áhrif eða biokontról sem ég myndist á hérna áðan og það þýðir að hann hafi svona mótefni gegn riðsveppinum og gæti verið mjög áhugavert að skoða þetta sem framtíðarverkefni þar að segja að nota þessar bakteríur til að minnka áreiti af þessum skaðvöld út í íslenskri náttúru. Svo ég minnist líka aðeins á kontrólinn eða gula hópinn. Þá tók hans sér við aðeins hraðar heldur en appelsínugula hópurinn, eins og þið sjáið. En í þessum hóp komu fram mestu einkennar af riðsveppinum sem leiddi til þess að heilsa þessara plantna hríðfjall eftir mánuð 2. Þannig að til að draga þetta svona aðeins saman í stuttu máli þá sjáanlegur munur á milli hópa bæði í efnamælingum og útliti og það kom í ljós að ein af þessum bakteríum virtist hafa bælandi áhrif á vöxt riðsvepps sem var mjög skemmtileg og óvænt viðbót við verkefnið og ég trúi að þetta verkefni bjóði upp á mörg áhugaverð verkefni í framhaldinu en það verður hausverkur fyrir næsta nemanda. Fyrir áhugasama þá ritgerðin birt á skemmunni undir enska nafninu Towards Sustainable Land Reclamation, Utilization of Plant Growth Promoting Bacteria to Enhance Birds Growth in Eroded Icelandic Soil. En þið getið líka að leita bara að nafninu mínu. Þannig að, takk fyrir mig. Eru einhverjar spurningar? Takk fyrir. Þetta var áhugavert inntak á samlífi eða samhjálp réttir að sagt. Já. Það sem samspil stórra sem smárra geta skipt sköpun. Eru einhverjar spurningar úr sal eða af netinu? Það má endilega spyrja hér í spjallinu Q&A hér til hliðar. Ég finnst þetta pínu vera svona margur knár þótt að sé smá tilfelli sem að samhjálpin geti skilað árangri. Það eru engar spurningar. Jú, það spurning. Það spurning. Mætti ég sjá fyrstu glæruna nitur aftur? Ég missti af henni. Nitur? Já. Svona. Já, ef það ekki fleiri spurningar. Þá bara þökkum við kærlega fyrir og minnum á að næsta hrafnaþing þann 13. nóvember. Þá mun Olga Kolbrún Vilmunardóttir flytja fyrir okkur erindið Gróður og jarðvegur á Skeljasandsengjum. Fyrirgefðu Heiðrún. Og hvort það finnist sinn fágæta makkervistgerð á Skeljasandsengjum á Íslandi. En við þökkum fyrir í dag og við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir. Takk fyrir.